Loðna. Þú hefur kannski heyrt orðið loðnuvertíð í fréttum, sennilega snemma árs í janúar fram í mars, kannski ekki. En loðnuvertíð, tímabilið sem að loðna veidd, skiptir miklu máli í sjávarútvegi og á meðan hún stendur það oft rætt í fréttum hvernig gengur. En hvaða fiskur loðna? Loðna frekar lítill uppsjávarfiskur sem heldur sig oftast nálægt yfirborði sjávar. Loðnan yfirleitt ekki nema 13 til 20 cm löng. Búkurinn frekar langur og mjór og hún hefur frekar stór augu, stóra ugga og stóran kjaft miðað við búkstærð. Þegar kemur að hrygningartímabilinu fara að vaxa litlir ángar úr hreistrinu á hængnum fyrir ofan rákina sem liggur eftir endilöngum búknum. Sumir myndi segja að hann yrði svolítið loðinn og af því dregur loðna nafn sitt. Loðna finnst allt í kringum Ísland. Á sumrin heldur hún sig fyrir norðanlandið en miðjan vetur gengur 2 til 6 ára loðna sem orðin kynþroska að suður- og vesturströndinni til hrygningar. Þá ferðast hún í þéttum torfum sem geta verið margir kílómetrar lengd og innihaldið milljónir fiska. Loðnan lifir sjálf mest á litlum svifkrabbadýrum eins og rauðátu sem hún síar úr sjónum meðan hún syndir með opinn kjaftinn. Loðnan sjálf svo mikilvæg fæða fyrir aðrar stærri fisktegundir. Loðnan byrjar venjulega að hrygna seinni hluta febrúar og stendur hrygningin fram að mánaðamótum mars og apríl. Mest af hrygningarstöðum loðnunar við suðurströndina á 10 til 100 metra dýpi þar sem sandbotn að finna. Meðan á hrygningu stendur aðskiljast kynin. Hængurinn heldur sig við botnin en hrygnurnar nær yfirborðinu þar til þær tilbúnar að hrygna en þá renna þær sig niður á botnin þar sem þær losa sig við hrognin meðan að hængurinn syndir með og frjóvgar þau með svili sínu. Hrognin límast við sandkornin á botninum þar sem þar til þau klekjast út. Eftir hrygningu drepst loðnan. Hrogn loðnunnar klekjast út eftir nokkra vikur og berast lirfurnar upp að yfirborðinu. Þar fer hún fljótlega að nærast á smærri lífverum og vex mikið yfir sumarið. Í lok sumars lirfa sem að klaktist úr hrogni að vori orðin 5 cm löng og kallast nú seiði. Lirfurnar og seiðin berast með straumum norður fyrir land þar sem þær halda sig og vaxa fram að kynþroska, þá yfirleitt 3 til 4 ára, en þá færir hún sig aftur að suður- og vesturströndinni þar sem hún hrygnir og drepst svo í kjölfarið. Þegar að menn fóru að nýta loðnu fyrst var það aðallega í skepnufóður. Fyrst var að ræða dauða loðnu sem að skolaði á land eftir hrygningu en síðar, aðallega eftir 1960, hefur loðnan verið veidd. Hún enn mest notuð í skepnufóður en hrognin þykja sumum lostæti og þau stundum notuð til manneldis. Já, nú veistu ýmislegt loðnu, einn mikilvægasta nytjafiskinn í sjónum við Íslandsstrendur.